Já, takk fyrir þetta. Kannski ágætt að vorum að tala þetta áðan, af hverju maður var eiginlega að fara að skrifa allar þessar greinar. Heyrist í mér annars? Ok. Og ástæðan var bara að þetta var, maður sjálfur að kíkja á þetta, maður sá að tæknilegar breytingar voru í landslaginu og allt í einu var bara, ef maður kveikti til þess að Copilot, klotin í Copilot, þá var allt í einu vinnsla komið til Bandaríkjanna. Og allt þetta bara að gerast núna frá bara upphafi 2026 og bara til núna og þá bara margt búið að gera stundum fyrir mánuðum sem hafa raunin áhrif á hvar gögnin eru raunin að vera unnin. Og pælingi með bloggurinnum hjá mér var bara raunin að reyna að ná utan þetta sjálfur og bara, mér fannst þetta orðið flókið og það voru svona margar útfærslur að svona, hens eru komin inn í dag og takk fyrir það. Ég ætla bara að byrja að renna yfir þetta og sjá svona byrjum þá bara alveg á grunninum hvað er vinnslusamningur og af hverju loforðið heldur ekki að bara og það sem ég meina við af hverju loforðið heldur ekki er í rauninni við skrifum þetta vinnslusamning og síðan eigum við bara til með að setja hann upp í skúffu en síðan breytist alls konar þannig að þetta vinnslusamningar er eitthvað sem maður þarf bara að fylgjast með og taka svona tillit til allar þessar stillingar sem er síðan hægt að gera í tæknilegu umhverfinu hjá ykkur. Og það sem að ég skrifaði aðalega núna var skýjarisanir, Amazon, Google og Microsoft. Og maður þarf að fylgja svolítið með bara tækniþróuninni þar og hvað maður getur leyft sér innan þessara umhverfa. Að það getur rauninni haft áhrif á vinnslusamningin og allar samningar sem eru undir honum í rauninni. En það ábyrgðaraðili, það er sá sem að nota þá lausnina og svo það vinnsluaðili. Það getur verið til dæmis bara þessi skýjarisar eða það getur bara verið A-Pro sem þjónustu fyrirtæki. Þannig að þetta er svona og skylda okkar og hvaða gögn við komumst í eru misjöfn. Við til dæmis erum ekki að þjálfa gögn þegar við erum að þjónusta viðskiptum okkar sem er í skýinu. En aftur á móti, ef við erum að vinna með Amazon, þá myndu þeir mögulega gera það. Þannig að þetta er svona alveg grunnurinn, en hugmyndin með þessu er bara sára einföld. Þú átt bara að vita hver vinnur með gögnin og á hvaða forsendum er unni með þau. Síðan þetta er eitthvað spurning sem ég var búin að fá nokkru sinnum og svona bara hugleiðing á fundum með viðskiptavinum. Nei, ég ætla bara að nota þessa gerjugreind að þeir eru ekki að þjálfa gögnin og er ekki örugglega öruggt að það sé ekki að þjálfa gögnin. En þetta er ekki bara það, þetta er líka rauninni persónuverndin og hvaða gögn fara inn. Og þannig að og þetta er bara misjafnt, eins og í Bandaríkjunum þá eru þessar tvær reglugerðir og þær eru aðeins opnari heldur en þessi evrópska reglugerð að þetta gefur rauninni bara Bandaríkjastjórn ákveðin aðgang að gögnunum ykkar. Og það eru alls konar mál bara núna í gangi og bara mál sem ég vissi ekki af, til dæmis var Spörri hjá okkur, hann sendi á mig grein. Það sem að hollenska ríkisstjórnin var að kvart yfir því að þeir sem voru að vinna í EU og EIA-aktinu að Bandaríkjastjórn var komin allir með nöfnin á þeim sem voru að vinna þetta fyrir Evrópusambandið. Og einhver málaðan á einhver ásakanir að þeir hafa þá notað klásúlunar til að komast í gögn sem að við myndum svona venjulega halda að það væri bara alveg lokuð. Þannig að það er alls konar í þessu. Síðan er það flutningur á milli svæða sem að þarf að passa upp á og það er oft þannig að þegar það koma nýjir eiginleikar þá byrjar þjónustan í Bandaríkjunum og það ætla að virka þá þjónustu sem er kannski spennandi kostur að þetta er kannski þá bara það nýjasta sem er að gerast í tækninni að þá myndum maður kannski freistast til að leyfa að nota þá þjónustu og gögnin allt í einu komin á annar stað og svo eru þau komin í vinnslu í Evrópu. En snerting, það er eitthvað snerting sem verður þá við Bandaríkin sem að maður þarf þá bara að gera sig grein fyrir. Ég er ekki að segja að gögn megi ekki fara til Bandaríkjanna. En maður þarf bara að athuga rauninni hvaða gögn er að fara þangað og vera bara svolítið meðvitaður það. Og svo erum við með sektarramma á Íslandi sem að hefur verið beitt og það er rauninni bara þegar að við þessu dæmi sem við tekjum á Reykjavíkurborg að þá voru við með námskerfi sem að var eftir að málin voru skoðuð þá kom í ljós að hýsingin var í Bandaríkjunum
og það var sekt 5 milljónir sem er mjög lítil sekt og mér sýnist öll fordæmin hérna heima vera að einhverju, út af einhverju bara mjög lágar sektir. Þetta er meira að slá á puttana á meðan þetta eru alvöru sektir í Evrópu, eins og bara þið takið eftir að þegar Meta er sektað og skíðararnir, þá eru enga 5 milljónir, þetta eru þá tugir milljónir evra sem er verið að sekta. Þannig að, en venjulega ég skoðaði ekkert mörg mál, en þá er þetta gert í góðri trú. Fólk veit þetta bara ekki og heldur að gögnin sé í Evrópu, við segja kemur í ljós að þau eru það ekki og þá kemur rauninni þetta. En síðan má segja að þetta mál var síðan bara fellt niður að Hæstarétti og það var engin sekt. En brotið var samt framið, eða svona það var rauninni niðurstaðan. Þannig að það var alveg áhugavert. En ef það er ásetningur að gáleysi, og ég veit ekki hvort að NIS 2 tengist þessu með gáleysið, að hvort að við förum að sjá hærri sektir í framtíðinni, þó að það hafi verið mjög litlar svona á undanfarnum árum. Ég myndi allan að segja að þetta verður frekar litlar sektir sem að við erum að fyrirtæki að fá og stofnanir. En þetta er akkurat ástæðan fyrir ég fór að skoða þetta. Mér finnst bara alltaf eitthvað verið að breytast og erfitt að fylgjast með þessu og er bara nokkur dæmi. Í janúar þá til dæmis verður Anthropic undirvinnsla á 365. Þessi klot var búin að vera algjörlega aðskilið Microsoft fram að þessu og þar á undan þá bara fjárfesti Microsoft fyrir nokkra billjónir dollara í Anthropic og allt í hennu bara birtast þessir fítusar inn í Microsoft suite-unni og sem var áhugavert. Síðan fyrir núna í maí að þá eru klot sjálfgefið módel í Copilot fyrir Excel og PowerPoint. Þá ekki við EFTA og EES tenanta, hefur að nota Microsoft tenantana, að það er slökkt á þessu, bara svo það sé sagt, en það er hægt að kveikja á því. En ef það er kveikt á því, að þá fer vinnslan út fyrir Evrópu. Og en síðan með Copilot, það notar þó að það sé sjálfgefið klot í ákveðnum vinnslum. Ég skilði þetta með Excel, eða að prófa Copilot og OpenAI þar. Þannig að maður er ekki alveg að fá sömu svörunina á klot, þannig að maður skilur alveg af hverju þeir gera þetta. En aftur á móti þá núna, bara 17. júní eða 16. að þá var Cowork komið í GA, sem er þá liður í hluti af Copilot, þar sem þú lætur gervigreindina að vinna svolítið fyrir þig. En þá getur þú valið önnur módel heldur en klot. Og það heldur þá vinnslunni innan Evrópu. Þannig að þetta er alveg smá snúið landslag. Svo í maí að þá voru þeir sem voru vanir að kaupa klot frá Amazon allt í einu komið með valkost að geta keypt klotplattformið á AWS, en það var rauninni bara til að leyfissala og samningarna sem voru búin að gera á AWS til að halda þessu innan þessa ramma, en vinnslan fer til Bandaríkjanna. Og svo rifti Microsoft auðvitað einkasamningi við, OpenAI rifti einkasamningi við Microsoft, þannig að núna eru GPT-módelin komin inn í Amazon sem dæmi, en þau eru keyrslanir í Bandaríkjunum. Þannig að einmitt, ég heyri bara fólk, oh my god, það er ekki fyrir það maður þurfti eitthvað að skoða þetta, en já, þetta er frekar snúið allt saman. Svakalegt fyrir okkur leikmennina að þurfa að finna í þessu umhverfi. En síðan bara nýlegt dæmi sem að mér fannst líka bara tengist þessu, það var þegar Fable 5 var kynnt núna 9. júní, að þetta var þá önnur útgáfa af Mythos módelinu sem að Claude bjó til, sem að var úthlutað rauninni til bara ákveðna aðila út af því að það var svo rosalega gott að finna veikleika í hugbúnaði. Og þannig að mér varst það bara gott move að þeir skildi ekki bara senda þetta módel bara á alla strax og það var, þeir gátu það, af því að þá fengu þessi tæknir þess að bara tækifæri til að finna þessa veikleika sjálfir áður en að módeli kemur út, en þeir kynntu svona aðeins strípa útgáfu 9. júní og svo allt í einu 12. til 13. þá kemur bara pólitísk ákvörðun, bara
bandarískir ríkisborgarar mega hafa aðgang að módelinu og við Íslendingar bara teknir út. Þannig allt í einu gátum við ekki notað þetta módel. Við fengum nokkra daga til að prófa þetta. Þannig að þetta eitthvað sem við ættum kannski að vera meðvituð að eitthvað sem manni fannst óhugsandi fyrir kannski 5 til 10 árum, eitthvað svona bara Bandaríkin eru bara þarna og hlutinu verða bara eins og hafa verið alltaf. Að allt í einu bara komið eitthvað svona pólitík inn í þetta og við fáum ekki aðgang að bestu tólunum. Ég veist það svona, allan að fyrir mig var þetta smá wake up call að bara að vera svona allan að hugsa þetta. Og svo áttu Anthropic bara erfiðleikum með að framfylgja banninu, af því að þetta átti líka við bandaríska ríkisborgara sem voru að vinna hjá Anthropic og bara með búsetu í Bandaríkjunum, þannig slökktu bara á þessu og en síðan sé ég alveg að stundum bara þá kveiknar á þessu. Ég var að vonast til að það væri ekki búið að kveikja á þessu, annars er klæran úrelt, þannig að það geti alveg gerst. En en ég sé að það einhverju svona, já, það kom einhverja villur í þessu. Mér fannst eins og það væri opið í gær, prófa þetta, þá kom, nei, þetta er ekki hægt. Þannig að þetta er bara svona í vinnslu. Þannig að þetta var áhugavert. Já, svo eru nokkrar aðrar aðferðir eins og til dæmis að nálgast Claude og margir sem hafa bara keypt áskriftir hjá Anthropic bara beint, en síðan eru aðrir sem að segja, ok, nei, þetta er ekki nógu gott, af því að það eru gögn að fara í fyrirspurnina sem eru kannski viðkvæmar. Getum við keypt þetta í Evrópu og og þá myndu þeir kannski vilja skoða að nota Bedrock, Vertex eða Foundry, en þetta er rauninni þá bara Amazon, Google eða Microsoft og keyra Claude-módelið, jafnvel með Claude-klientinum, ef þið hafið prófað þann Claude-klient, þá stilli rauninni bara að nota þjónustuna sem eru þarna. Það eru smá takmarkanir á því, en þú nær svona mestu út úr því, en ástæðan er bara að venda á gögnum, það er tæknistakkurinn, kannski bara ef þeir eru í gervigreindarverkefnum og eru að nota Bedrock eða Foundry og þá eru svona rak svona fyrir stór gagnasöfn og ef þið kunnið á þetta þá er oft bara svona hægari heimatökin að fara í eitthvað sem maður þekkir og kann á og þá myndum maður velja þá eitthvað annað og svo eins og ég nefndi þarna með innheimtuna og samningarnir, þú ert búin að gera due diligence á Byrgja og þá er bara þægilegt að fara í gegnum sama Byrgjan og kaupa sömu þjónustuna. Já. 13 leiðir, þetta var alls ekki tæmandi listi og þetta var bara eitthvað sem ég var þá að taka sjálfur. Dóttir minn að hringja. Þetta er að fá peninga á eftir. Herru, já. 13 leiðir og þær eru svo ólíkar, þannig að bara tók 3 dæmi. Við sjáum þetta betur í bloggrunum, það eru fleiri að Amazon Bedrock, þegar að nota Claude, er innan EU, Microsoft 365 Copilot, ef þið kveikið á Anthropic þar inni, þá ertu komið bæði og svo er að ChatGPT Plus og free og það er í Bandaríkjunum og jafnvel þjálfun. Þannig að bara svona til að sýna svona kontrastana, þá voru þetta bara fínustu dæmin hana. En bara að þú sé ekki að rugla eitthvað, ef þið notið Microsoft og OpenAI, að þá er það líka grænt. Bara svo það sé sagt. Það er svona algengasta heima að nota Microsoft. Og þessi glæra er rauninni bara fjallar hversu auðvelt þetta er að eins og í Microsoft tenantunum eitt tak, allt í einu gögnin komin á flakk og þannig að þetta getur þá verið þjónustaðalinn sem gerir þetta, eigin tölvudeild og fólk það bara að vera meðvitað þetta og þessi hög sem er hægt að gera. Annað sem er líka áhugavert er þetta og kannski er meira í DevOps heiminum og hugbúnaðarheiminum og þá rauninni eru svona endpointar sem að tala við. Þeir geta verið global, þeir geta verið innan Evrópu og það er ekkert mál ef að kannski það er ekki einhverjir fítusar og eitthvað sem virkar ekki innan Evrópu, þá er ekkert mál að bara, ég tala bara við þennan, þú fær sömu svörin. Enginn fattar neitt, enginn verður var við neitt, allt bara heldur áfram að virka, en allt í henni komin einhver snerting á gögnunum einhverstur annar staðar sem að enginn veit af. Þannig að þetta er svona bara nokkur svona atriði þar sem að það er ekkert mál að fara með gögnin út fyrir Evrópu. Þannig að valkostin eru þarna, það er ekki lokað á
Þannig að það bara einhver sem þarf að klikka á þetta, þá þetta komið. En ábyrgðin svolítið hjá, eins og bara vinnslusamningur segir til hún hjá þeim sem kaupir þjónustuna. En síðan auðvitað alls konar, ég fæ síðan einhver þjónustaðala og kem ákveðin ábyrgð á hann og þú veist, þannig þetta smá keðja. En það sem kannski áhugavert að átta sig á að ef það kemur eitthvað skellur, ef það verður til dæmis fjölmiðlamál eitthvað slíkt, þá ekki farið beint í þann aðila sem að þjónusta þetta. Það rauninni þeir sem eiga gögnin sjálf. Þú veist, þannig að skellurinn endar alltaf þar fyrst og svo getur vel verið að fara niður einhverja keðju eftir rauninni hver tekur ábyrgðina. Þannig að þetta líka svona PR-mál að þó maður deili ábyrgðin eitthvað annað, þá tekur maður alltaf ábyrgðina sjálfur að hluta til end of the day. Og þá kemur bara að næsta varandi kóða og þetta svona topic sem við hugsum mikið þetta erum í mörgum hugbúnaðarverkefnum og þetta bara svona atriði sem maður búin að taka eftir bara undanfarin ár að þetta jaft við forritara og líka fólk sem vinnur bara í IT að það að nota gervigreindina til að bilanagreina, til að henda inn alls konar gögnum, til að athuga hvernig kannski gervigreindin myndi vinna með þetta og það smitast mögulega raunveruleg gögn inn í fyrirspurnarar. Ég veit alveg að það ekki allir að gera þetta að ég hef unnið í mörgum verkefnum þar sem að gögnin eru möskuð, það bara sér prósess áður en gervigreindin notuð, það sem þau fara gegnum ferli, það sem að allar upplýsingar eru teknar út sem eru viðkvæmar áður en gervigreind fer að meðhöndla. En síðan bara hefur maður sterkan grun og reynslu að það fer eitthvað inn í þetta sem á ekki að fara hann inn í þetta. Og þannig að maður þarf bara að vera meðvitaður það. Svo þetta kóðasöfnin á tólum eins og Cursor, þar sem það forritar ennþá meira fyrir þig, að það kannski tekur heilu kóðasöfnin inn og þarna akkurat getur verið viðkvæmar upplýsingar eins og lyklar og leyndamál inn í kóðasöfnunum sem enginn kannski gerir sér grein fyrir. Og þannig að þetta eitthvað sem þarf að hafa skoða. Og svo bara eitt eins og með vinnslusamningana, ef það að nota Cursor, þá myndi ég allan að fylgjast með þessu sérstaklega að SpaceX keypti Cursor núna á $60 billion og SpaceX auðvitað Elon Musk og hann að nota Grok. Kóðasöfnin auðvitað bara gull fyrir gervigreindina og þjálfa hann upp á gögnunum sem eru inn í Cursor. Þannig að ég ekki að segja að þetta muni gera svona, en það sem ég les, þá halda allir að þetta sé ástæðan fyrir því að SpaceX kaupir Cursor, það fyrir Grok, gervigreindamódelið, sem hefur kannski ekki verið mikið notað heima. Mjög líklegt. Mjög líklegt, myndi ég segja, að því að þetta bara gull. Að komast inn í verkferlana, hvað fólk að vinna með, þjálfa gervigreindina á því, þannig virkar þessi stóri módel. Og þú veist, og það mjög umdeilt hvernig þau hafa verið þjálfuð í gegnum tíðina. Svo, já, þegar forritarinn að nota þetta, þá setja þeir eitthvað inn og þeir fá eitthvað tilbaka. Og þarf að passa sig líka að það sem kemur tilbaka það í lagi. Og þá getur verið úreldi pakkar sem að hugbúnarar að nota. Það sem heitir slop squatting sem að rauninni bara leið fyrir hakkar að komast inn í, ég að vera búinn? Það framöndir? Nei, hættu nú. Herru, ég ætla ekki að hlusta það, sko. Herru, það ætla ég bara að hætta þessu. En síðan í gervigreindinni, þá eitthvað sem að heitir MCP og þá það rauninni, að gervigreindin ein og sér alveg áhugaverð, en strax út farin að tengja hana við þín eigin gögn, þá notaðar svona brýr, við getum bara að kalla það, og þar geta jafnvel verið utan Evrópusambandið. En ég ætla bara þú er búin að setja pressa á mig, ég ætla bara að fara svolítið hratt í gegnum þetta. Þetta var líka mjög áhugavert varðandi vinnslusamningana að Atlassian tekur bara ákvörðun núna sem 17. ágúst, ekki nema að verða eitthvað mótmæli, að bara byrja að þjálfa á gögnunum. Og það sem að segja, gögnin sem inn í Atlassian fyrir þá bara gull. Og ef þeir fara að taka módelin og þjálfa þau, maður skilur alveg akkur eða myndi vilja gera það. Þegar módelin verða bara svo komast í þá bara mjög góð gögn verkferla, hvernig hugbúnaðarsmíði háttað, hvernig bara þjónusta útseld og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að Freestand og Premium,
bara það verður þjálfað. En enterprise kúnnarnir, þeir þeir geta sagt nei takk við þessu. Þannig að þetta svona áhært, bara einn byrgi af mörgum, en ég myndi líka alveg fylgjast með öðrum, Salesforce og, þetta endalaust. Ég ætla bara að hoppa inn nokkur fyrirtæki áskrifta persónuleg. Persónuleg, myndi ykkur nota það í dag? Já, það eru fyrirtæki sem ekki búin að taka gervigreinda stefnuna innan og sjá sér nægilega föstum tökum og þá bara fólk notar þetta í dag. Í hugbúnaðarsmiði, það notar þetta í vinnunni. Þannig að ef það er ekki búið að móta þetta og það er kannski ekki búið að gefa grænt ljós eða kaupa leyfi eða eitthvað slíkt, þá er þetta pottþétt í gangi. Mér langar nánast að fullyrða að það sé í gangi einhvers staðar. En þetta þá bara loka glæran, slepp einni, en þetta þá bara kemur ákvörðuninni að þá er bara mjög áhugavert að sjá að við tökum bara þessa 4 liði að þá toga þessar ákvörðunir í sikkura áttina. Ef maður ætlar að fara til dæmis í klót, segjum að það sé besta og síðan er kannski eitthvað annað mótil best á morgun, þá langar auðvitað að veita bara samstarfsfólkinu bestu tólin til að vinna vinnuna sína. Og þá allt í einu öryggi og staðsetning, þetta togar í þessa áttina og þá bara er það kannski fyrir ofan á. Og maður þarf bara að vera meðvitaður, en þá kannski þarf maður að taka ákveðnar ráðstafanir hérna. Kostnaðurinn, þetta er þá bara að kostnaðurinn sé lágur, til dæmis sem maður kaupir áskriftarleyfi eða borgar notkun, þá stundum fyrir fólk sem notar þetta mjög mikið, þá er ódýrara að kaupa bara 1 leyfi heldur en að borga í notkun, en þetta er samt misjafnt. Þá toga það og svo eru bara mismunandi hverjar ástæðanar eru, hvernig maður myndi gera þetta. En til dæmis öryggi og staðsetning, segjum maður myndi vilja keyra þetta innan Evrópu og þá allt í einu er lausnin byrjað að kosta meira. Þá er það bara ákvörðun sem maður þarf að lifa við. Ósanngjarnt, kannski, að þurfa að borga meira, en þetta er bara, maður þarf bara að velta þessu öllu fyrir sér. Og þannig tekur maður rauninni bara góða ákvörðun að bara horfa á alla og ekki bara einn þátt, heldur alla í einu og meta hvern á einn og þá getur maður komist á svona bestu ákvörðunni sem maður getur. Og kannski bara tímabundið. Og það er kannski bara enda því að vera alltaf að skoða þetta því að hlutinni breyta svo rosalega rætt þegar kemur að gervigreindinni. Já, takk fyrir. Takk fyrir að bjóða mér inn í dag. Ég heiti Anna Kristín og ég er að vinna hjá SoftwareOne sem Compliance Officer og Legal Advisor. Heyrist ekki? Það er kveikt, held ég. Jú. Já. Já, ok, ég skal tala hærra bara. Já, ég starfa sem Compliance Officer og Legal Advisor og ég ætla að fara að tala lögfræðilegar áhættur kannski meira. En ég ætla að reyna að hafa þetta ekki of leiðilegt eða of hræðilegt. Þannig við reynum að hafa þetta á léttu nótunum. Ég er þessi frábæra AI-mynd, ég bjó hana til alveg sjálf. Ég náði að prompta því. Ég á 2 hunda og 1 stelpu og vinn við það að innleiða Microsoft Purview regluvörslulausn Microsoft til fyrirtækja hérna á Íslandi. Er með þennan bakgrunn, ég með lögfræðina og svo fannst mér ég ekki skilja tækni tungumálið neitt. Þannig að ég ákvað að taka auka gráðu í viðskiptagreind þar sem að ég fekk aðeins svona forritunar tilfinninguna. Hjá SoftwareOne, við erum alþjóðlegt fyrirtæki og við erum með víðtæka reynslu í hugbúnaði og skýjalausnum með starfsemi í yfir 70 löndum. Á íslensku skrifstofunni þá erum við 18 sem vinnum þar, en við höfum alveg risastórt bakland allan heim, eða rúmlega 13.000 manns í heildina. Svona okkar bakgrunnur er Microsoft, eða við erum partner hjá öllum stóru. Náma. Til þess að byrja þetta, að þá eru fyrirtæki í Íslandi nú þegar að nýta gervigreind
og spurningin í rauninni ekki hvort að við séum að nýta hana, heldur hvernig það sé best að nýta hana. Og þá á öruggan og ábyrgan hátt. Þetta ekki aðeins tæknilegt mál, heldur þetta meira stjórnenda og áhættu stýringar. Það sem að gervigreindin, hún hefur og fer með alveg gífurlega mikið magn af gögnunum okkar og það eitt hefur alveg mjög víðtæk áhrif á fyrirtæki og reksturinn jafnvel líka. Með gögnunum okkar þá það ábyrgð sem fylgir og með aukinni notkun gervigreindarinnar þá fjölgar spurningunum þá gagnavernd og netöryggið. En fyrirtæki í dag þau þurfa að hafa yfirsýn yfir þróuninni á gervigreindinni og líta á það gervigreindatólið sem áhættu stýringarmál. Því að gervigreindin að skapa tækifæri en líka nýjar lagalegar áhættur sem má ekki vanrækja. Við erum með marga löggjafir. Það eru til dæmis NIS2 löggjöfin, DORA, GDPR og núna nýjasta EU AI Act. Þessar löggjafir gilda flestallar hér fyrir utan náttúrulega nýjasta eða þær munu taka gildi. Þessi regluverk eru ólíki umfangi en snúast öll að hluta til gagnavernd og áhættustýringu í stafrænum heimi. Það að segja að við erum að tryggja gagnaflæði, öryggi kerfanna okkar og notkun nýrra tækni og að það sé allt undir ákveðinni stýringu. Fyrirtækin þá þurfa heildstæða nálgun til að samræma bæði reglufylgni eða að fella gervigreindarkerfin inn í núverandi öryggis- og stýringaferlana, heldur en að líta á þau sem algjörlegan aðskildan hlut. Og með því þá erum við að tryggja að öllum skyldum sem að okkur ber að sinna sinnt í einu lagi. NIS2, það evrópsk tilskipun net- og upplýsingaöryggi og sú tilskipun að víkka alveg verulega út hvaða fyrirtæki teljast á Íslandi sem til mikilvægra innviða. Og með því falla fleiri íslensk fyrirtæki undir þessar formlegu kröfur sem settar í NIS2. Það sem vera að víkka fleiri fyrirtæki sem fara úr NIS1 upp í NIS2. Það skiptir í rauninni ekki mál stærð fyrirtækisins lengur. NIS2 að gera beina kröfu að stjórnir og æðstu stjórnendur séu persónulega ábyrgir á bæði öryggi upplýsingakerfa. Það þýðir að stjórnendum skylt að setja ákveðna stefnu og hafa samþykktar öryggisáætlanir og sjá til þess að áhættumat, neyðaráætlanir og viðbúnaður séu allt til staðar. Og auðvitað að fylgjast með að byrgjar og ákveðni kerfishlutar uppfylli öryggiskröfurnar. Þetta allt að snerta gervigreindina beint. Það að segja ef fyrirtæki nota gervigreind í mikilvægum kerfum eða með viðkvæmum gögnum, þá verður notkun að vera hluti af formlegu öryggisstjórnunarkerfinu. Gervigreindin getur opnað nýjar glufur. Það að segja mistök árás tengd gervigreind, þau losa fyrirtæki ekki undan ábyrgðinni. Heldur þvert á móti þá tryggir NIS2 að stjórnendur verða dregnir til ábyrgðar ef að netöryggi bregst. Svo erum við með DORA-reglugerðina. Það reglugerð stafrænan viðnámsþrótt og beinist að fjármálafyrirtækjunum og þá tengdum þjónustaðilum. Og markmiðið með reglugerðinni að tryggja öflugt rekstrarþol með stöðugu áhættumati, prófunum og viðbragðsáætlunum. Það ekki fjallað gervigreind í DORA-reglugerðinni en þá telst samt sem áður gervigreindin hluti af upplýsingakerfum fyrirtækisins og því þarf að lúta sömu kröfum. Þannig að segja fyrirtæki þau þurfa að gera ráð fyrir nýjum áhættum frá gervigreindinni í áhættumati sínu. Það að segja ef að koma villur í líkönum, skökkum gögnum eða árásum. Og aftur, stjórnendum í DORA-reglugerðinni, þeir bera persónulega ábyrgð. Það að segja að DORA leggur áherslu á að ábyrgðarskylda stjórnenda ná yfir öll tæknikerfin.
GDPR og millisamningarnir, það þegar fyrirtæki innleiða gervigreindarkerfi sem minna með persónugreinanlegar upplýsingar, þá þurfa þau að byggja persónuverndina inn í hönnunina eða privacy by design. Og það þýðir í rauninni að það þarf að takmarka notkun persónuupplýsinga eins og hægt eins og Andri var að nefna, að nota þá helst nafnlausar eða samsettar upplýsingar frá byrjun til þess að gæta þess að þessi öryggi gagnanna sé tryggt alveg frá upphafi. Gagnsæi í GDPR alveg lykilatriði. Það að segja að fyrirtækin ber mjög rík skylda að upplýsa einstaklinginn þegar að gervigreind notuð til að vinna úr upplýsingunum þá. Þannig að ef við erum að fara að nota gervigreind við að taka ákvörðun lánshæfi eða ráðningu, þá þurfum við að tryggja rétt einstaklingsins til þess að andmæla þessari vinnslu og einstaklingurinn hefur líka tækifæri eða réttinn til þess að biðja mannlega yfirferð á þessum upplýsingum til þess að andmæla þá líka vinnslunni. Svo það flutningur gagna út fyrir Evrópska efnahagssvæðið. Það að segja ef fyrirtæki nota gervigreindarþjónustu sem að hýsa gögn utan Evrópu, þá verður að tryggja að GDPR samræmi við gagnaflutningin. Svo erum við með Shadow AI sem vildi líka koma inn á. Það í rauninni þannig að starfsmenn að nota gervigreindarþjónustuna sína persónulega áskriftir kannski án samþykkis eða vitundar fyrirtækisins og jafnvel að setja gögn frá fyrirtækinu inn í tólið. Þetta getur verið alveg stórhætta. Fundum rannsókn sem að sýnir að meiri hluti starfsmanna eða alltaf 77% þeirra sem að tóku þátt hafa sett ákveðnar trúnaðar upplýsingar inn í sitt persónulega gervigreindarspjallmenni og 82% var undir þá unmanaged account sem að þá sinn persónulegur ágangur. En svona notkun alveg utan allra öryggisvarna fyrirtækisins. Fyrirtæki að missa stjórn á viðkvæmum upplýsingum sem að getur brotið í bága við GDPR eða líka jafnvel ef við erum með eitthvað svona samnings- eða trúnaðar skuldbindingar í fyrirtækinu. Til að bregðast við þessu þá þurfa fyrirtæki að vera með ákveðna stefnu notkun gervigreindar og fræða starfsfólkið hættuna þá á gagnaleika sem að þetta veldur, basically, já. Og bæði nota tæknilega varnir eins og hindra aðgang að óviðkomandi gervigreindar vefþjónustum til að greina og stöðva ef að mikilvægum gögnum reynt að hlaða inn á þessir ósamþykktu vefþjónustur. Svo þetta nýjasta og alveg gjörbreytir svolítið hvernig við erum að fara að vinna þegar þetta verður innleitt inn í Evrópska efnahagssvæðið líka. Þetta tekur gildi núna fyrir ESB-lönd í ágúst á þessu ári og þetta heildstætt regluverk gervigreind byggt á áhættumiðaðri nálgun. Það að segja að við erum að skipta, eða þessi reglugerð skiptir notkun gervigreindar í 4 áhættuflokka sem við sjáum hérna. Það þá bönnuð notkun eða unacceptable risk. Það alveg bannað eins og það segir. Það gæti verið gervigreind sem nýtir veikleika einstaklinga, heilaþvott eða ákveðna tegundir andlitsgreiningar. Svo erum við hááhættuflokkun eða high risk AI system. Það kerfi sem að snerta öryggi eða grundvallarréttindi einstaklinga og það þá líka GDPR ef við erum að nota þetta í að saxa niður umsækjendur, ef við erum að ráða inn, þá erum við komin í high risk AI system. Og þau mega vera notuð en aðeins ef það vera búið að uppfylla mjög strangar kröfur og þú þarft að fá svona ákveðin gæðastimpil, þú segir svona svansvottun eða eitthvað ef þú ætlar að
vera með High AI Risk System. Svo erum við með takmarka áhættu, það er Limited Risk AI. Það er tól eins og spjallmenni, mynd- eða textasmíð. Það má alveg vera notað en það verður að uppfylla ákveðnar gagnsæiskröfur. Það er að segja að við þurfum alltaf að disclosa, við séum að þetta hafi gert með AI og alltaf með eitthvað svona watermark eða footnote. Lítil áhætta eða minimal risk AI, það eru bara svona spamfilterar. Það er ekki fjallað mikið um það í þessu í AI Act, heldur það bara gildir varðandi núverandi lög. Þannig að fyrir fyrirtæki þá þýðir þetta ef þið nota high risk AI kerfi þá þurfa þau að innleiða ákveðna stjórnskipulagsferla. Það þarf að vera reglulegt áhættumat, það þarf að tryggja gæða- og öryggspróf á gögnunum og við þurfum líka að hafa stöðugt og faglegt eftirlit með notkun kerfisins og halda ítarlega skrá virknina. Það er alveg ljóst að stjórnir fyrirtækja þurfa að setja gervigreindina á dagskrá og þá líka þessar áhættur sem að koma með því. Út af því að þekking á gervigreindinni og eftirliti með notkuninni verður talin hluti af skyldum stjórnenda inn í þessari nýju reglugerð. Það sé að gögn, gagnsæi og ábyrgð, það eru þungamiðja í lagasetningunni. Enda kemur reglugerðin víða inn á gæði gagna, forðast skekkju og misbendingu og ábyrgðin á því að gervigreindin gerir eða á að reglugerðin gerir liggur alltaf hjá fyrirtækinu sem notar kerfið. Það er ekki að fara að gera Microsoft liable fyrir það sem þú varst að nota. Svo í AI Act að þá er þessu raðað í value, eða virðiskeðjuna. Og við þurfum að átta okkur á því líka hvar við sem fyrirtæki á hvaða hlutverk við lendum í virðiskeðjunni. Því að lagaskyldirnar fyrir gervigreindina fara eftir hvort að fyrirtæki er þá hönnur, veitandi eða notandi. Þannig að til þess að fara yfir þá hvert og eitt hérna líka, að þá erum við með framleiðenda, það er developer, það er það sá sem að þróar og þjálfar líkanið. Það er þá tæknifyrirtæki iðulega. Svo erum við með dreifingaraðila eða providerinn. Það er fyrirtæki sem hann setur kerfið á markað, býða til notkunar fyrir aðra. Þetta getur verið hugbúnaðarfyrirtæki sem er að selja gervigreindalaust eða íslenskt fyrirtæki sem aðlagar opinn hugbúnað og deilir honum áfram. Svo erum við með samþætti eða integrator. Það er aðili sem að tekur líkanið frá ákveðnum birgja og fléttir þín í eigin kerfi eða ferla. Þannig að segja, ef þú ætlar að sjálfvirknivæða eitthvað feril innan fyrirtækisins þíns, þá ert þú orðin plattform eða integrator. Svo erum við notandan eða deployer, það er bara endanlegi notandinn. Það er fyrirtæki sem að nota gervigreindarkerfi í eigin starfsemi og ber ábyrgð á notkunni. Og það er bara flest íslensk fyrirtæki sem eru í fyrstu notendur þegar þau eru bara að kaupa gervigreindarlausnirnar. En ef fyrirtæki breytir eða sérsníðar gervigreindarkerfi eða lausn mikið og það er ekki skýrt nákvæmlega hvað þú þarft að gera til þess að flokkast undir mikið, þá getur þú fyrirtækið flust upp keðjuna og þá orðin skilgreindur úr deployer yfir í provider með tilheyrandi stærri og ríkari skyldum. Og það sama gildir ef þú flytur gervigreindarlausn inn frá útlöndum eða er bara að flytja lausnina inn, þá ertu orðin importer. Það er ekki hér, heldur er það mitt á milli. Þá ert þú að taka við skyldum sem provider líka á markanum. Þannig að í stuttu máli þá er það hlutverki sem ræður hvað þú þarft að gera og lagalega séð, hvað þú þarft að gera lagalega séð og fyrirtæki verða þá að kortleggja vel hvert þeirra hlutverk er eða gæti orðið við notkun á mismunandi lausnum. Þetta er svolítið hefiglæra, ég veit. En þetta er meira bara svona til þess að sýna ykkur hvernig við erum að nálgast þessi verkefni, svolítið markas eitthvað.
Til þess að lágmarka lagalega áhættu við notkun gervigreindarinnar þá þurfa fyrirtæki að hafa skilvirkt stjórnkerfi og ákveðnar varnir. Og það skylda á fyrirtækjum að móta ákveðna stefnu notkun gervigreindar, hvað leyfilegt og hvað ekki. Það má kveða á að viðkvæm gögn megi bara alls ekki fara inn á opnar gervigreindarþjónustur eins og ChatGPT. Og ég held að eitt bara allra mikilvægasta í þessu að starfsmenn þeir þurfa fræðslu. Það þarf líka að tryggja eftirfylgni og útluta ábyrgðinni á þessum gervigreindarmálum því að það fer bara að verða meira og flóknara. Og það sem líka alveg ákveðið lykilatriði að gervigreindin hún má ekki vera utangátta. Hún að falla inn í núverandi áhættuðu stýringakerfi, líka bara samkvæmt lögum þá verðum við að fara að hugsa svoleiðis. Það þarf að fylgja stöðugt með notkun gervigreindarinnar, hvort sem það með ákveðnum auditloggum, skýrslum eða ákveðnum sértækum verkfærum til þess að greina og grípa ef það eitthvað sem að fer úrskeiðis. Og þar kemur þetta purview til sögunar. Það að segja nálgun á innleiðingunni í Microsoft umhverfinu. Það skiptir mjög miklu máli hvernig maður nálgast þetta. Og við vildum í rauninni sýna bara hvernig við höfum verið að skipta þessu niður til þess að gera þetta aðeins raunhæfara og það hægt að ná árangri með því að skipta þessu svolítið niður í þessa flokka. Þannig að við höfum verið að hafa þetta að við byrjum á að setja upp svona data classification til þess að setja gögnin okkar í ákveðna öryggisflokka. Og með þessum öryggisflokkum að þá getum við komið í veg fyrir það að við getum fylgst með hreyfingu gagnanna okkar og við getum komið í veg fyrir að það sé deiling til ákveðna utanaðkomandi vefþjónustu til dæmis. Og svo þegar það komið að þá höfum við farið í það að release the beast sem AI. En svo þetta alltaf ongoing monitoring fyrir AI. Við getum fylgst með risky user behavior segja og alltaf stöðugt og þarna við með tól sem að grípur gagnarleikan fljótt, við með þetta auditerað og við getum líka blokkað þetta fyrirfram og reynt allt sem við getum til þess að koma í veg fyrir það. Þannig að gervigreindin komin til þess að vera og fyrirtæki sem að tileinka sér hana á ábyrgan hátt geta styrkt og munu styrkja samkeppnisstöðu sína en líka staðið undir regluverkjunum. Þannig að hættan ekki að liggja í tækninni sjálfri, heldur það í stjórnleysinu. Það að segja, með réttum stýringum og ferlum, þá hægt að nýta gervigreindina án þess að auka lagalega áhættuna of. Þvert á móti þá getur vönduð innleiðing styrkt gagnaverndin okkar, netöryggi og skilvirkni, því að ábyrg nýsköpun felst í því að fara varlega af stað, prófa sig áfram með skipulegum hætti og með skýru skipulagi, þjálfun, tæknivörnum og stöðugri yfirumsjón hægt að njóta ávaxta gervigreindarinnar án þess að glata trausti eða lekast á lagalegar hindranir. Það helsta sem við vildum að þið myndi draga lærdóm af þessari fyrirlestri að stjórnendur þeir þurfa að taka virka þátt í leiðtogahlutverkinu í breytingunum sem að gervigreindin hefur í för með sér, bæði fyrir verklag starfsfólksins okkar. Þannig að í því samhengi þá það mannauðsstjórnunin eða mannauðsstjórinn sem að gegna lykilhlutverki því að innleiðing gervigreindarinnar það ekki fyrst og fremst tæknilegt verkefni eins og við kannski öll vitum hérna. Þetta menningarleg umbreyting. Það að ræða breytingu á vinnuumhverfi þar sem gervigreindin getur haft veruleg áhrif á starfsfólkið okkar og hvernig þau vinna. Og með því þá þakka ég fyrir mig.